Sælir krakkar. Við Gunni vorum aldeilis heppnir að við skildum vera með góðu orðabókin í gær þegar við þurftum að eiga við hana Salvöru með hátísku sportpúða skóna. En eftir að hafa fengið stígvélinn hjá Salvöru, hafnað hátísku sportpúða skónum og sett stígvélinn í pokan, hvarf Salvör og búðin hennar og... Sér þú það sem ég sé? Það fer eftir því hvað þú sérð. Já, hvað sér þú? Segðu fyrst. Allt í lagi. Það ber að segja hverja sögu eins og hún er, sagði afi minn alltaf þegar hann var að skrökva. Ég sé drullupoll. Ég líka. Hann er alveg ótrúlega drullugur, pollurinn. Já, en sérðu einhverja vísbendingu, Gunni? Nei. Og þá, það glittir á eitthvað þarna úti pollinum. Sérðu? Ég sé það. Þetta er örugglega vísbendingi sem Völundur hefur skilið eftir til að hjálpa okkur. Ná, hann er ekkert svo voðalega djúpur. Best að ég vaði úti og ná í þetta. Nei, býttu Gunni, það getur verið hættulegt. Manstu ekki orðið sem við lærðum í gær? Meinarðu skynsemi? Já, sko það þýðir að maður á að hugsa áður en maður framkvæmir. Já, og maður á að vega og meta aðstæður áður en maður tekur ákvörðun. En orðið skynsemi var útskýrt allt öðruvísi í gær. Já, það er vegna þess að sum orð hafa fleiri en eina merkingu. Þess vegna skulum við nú hlusta á rödd skynseminnar og hugsa áður en við framkvæmum. Já. Já. Jæja, hvað sagði hann? Hún hver? Rödd skynseminar, heyrðuð ekki í henni? Nei, fyrst að ég held að við höfum bara enga skynsemi. Ég held að hana vanti bara alveg í okkur. Ég bara býst við því. Nei, býttu Felix, ekki gefast upp strax. Hugsaum aðeins málið. Hér stöndum við og horfum á drullupoll mitt og við sjáum að það glittir á eitthvað út í pollinum sem við erum sannfærðir að er frá honum Völundi sem við þurfum að ná í með því að vaða út í pollin. Já. Og nú spyr ég Felix mig, hvað þarf sá sem ætlar að vaða út í drullupoll? Stígvél. Akkúrat, það er stígvél. Og hvað gerum við í því? Já, nú er eitthvað að gerast í höfðun á mér. Já, þú meinar... Já, aha. Stígvél! Já, ég var með þessu í öðru stígvélinu. Já. Ég vissi að það borgaði sig að velja stígvélinn frekar en hátísku sportpúða skóna. Já, alveg eins og ég sagði þig alltaf. Hvernig? Skal þú hjálpa mér? Já, hjálpa þig. Já, samvinna. Hoppa sí. Farðu nú varlega, Felix mín. Við vitum ekkert hvað þetta er djúpt. Svona. Gættu þið nú? Já. Sérðu þetta? Já. Sjá því það? Nei, ég næði ekki. Þú skal nú í það? Já. Ég er búin að ná því. Sérðu hvað þetta er? Þetta eru bara gleraugu. Nefnum að sjá. Nei. Veist ekki hvað gleraugu þetta eru? Kannast eitthvað við þau? Ég bara kenni mig hvernig ekki alveg fyrir mig. Þetta eru gleraugun hans Völundar. Og hvernig að þau að hjálpa okkur að rata? Má ég sjá? Eru þið líka með gleraugu? Líka? Hver er þú? Átt þú gleraugu líka? Ég er herra Tífúli. Og já! Það vil svo skemmtilega til að ég er með alveg einstök gleraugu sem... Sem hvað? Sem þið gætuð haft áhuga á. Talsvert mikinn áhuga gæti ég trúa. Nei, við erum alveg ljómandi ánægðir með okkar gleraugu. Þakka þér fyrir. Vertu nú ekki á fljótur að dæma. Sýndu svo litla... Hvað kallar það? Skynsemi? Já, skynsemi. Hvað er svona merkilegt við þessi gleraugu þín? Má ég prófa? Til þess að þú getur fengið þessi, þarf ég að fá þessi. Nei, þú fær ekki þessi gleraugu. Hann Völundur á þig. Svo máttur ekki kjafta. Fyrir utan að mér finnst þessi gleraugu miklu flottari. Bíddu bara þangað til þú setur þau upp. Þú mátt sjá. Já. Pínulítið. Já. Vá! Þetta er frábært! Alveg svo í alvöru skemmtigarði. Vá, hringekja! Vá, rossimanni! Nei, ekki taka þau strax. Sá sem á svona gleraugu, hann þarf ekki að hafa miklar áhyggjur af lífinu. Hann getur setið kyrr á sama stað, en samt verið að ferðast. Þarf ekkert annað að gera en að skemmta sér daginn út og inn. Felix, þetta hljómar mjög vel. Finnst þér ekki? Ég vil ekki bara skipta við hann. Það skiptir varla svo miklu máli. Og hvað með Völund? Ætlarðu bara að gleyma raunveruleikanum?
Og liggja með einhver skeptikgleraugu á nefinu eins og asni þar sem eftir ræðinar. Nei, við verðum að sýna dómgreind. Dómgreind? Hvað er það? Það þýðir að trú ekki öllu sem maður sér og heyrir, þó að það hljómi vel eða líti vel. Ert þú ekki að skipta þér að þessu strák, asni? Hann Gunni, vinur minn, hann hefur nú líklega frelsi til að velja. Já! Og það ætla ég að gera. Já. Ég ætla að sýna góða dómgreind. Já! Og velja gleraugun hans Völundar. Sérðu gatið? Það er eins og herra Tívolí í laginu. Ég var að prófa að fara í gegn. Það er engin önnur leið. Herra Tívolí var næstu búinn að rugla mig alveg í ríminu með töfra gleraugunum sínum. Þau voru alveg rosalega spennandi. Já, en ég hef samt á tilfinningunum við höfum valið rétt. En það kemur í ljós á morgun. Þá fáið þið að sjáumst á morgun.